Ok, við ætlum að setja upp routing fyrir þetta, þannig að við ætlum að geta sett upp einhverja síður. Þannig að núna erum við í raun bara með þetta hérna sem bara einhver ein síða, en hvað ef ég myndi vilja hafa aðrar síður? Og það bara mjög góð spurninga þegar það svona helsta sem þú kemur ef þú ert bara að nota React bara eitthvað, React shippar ekki með routing. Það ekki leyst á React, þegar React vill vera þetta UI library sem í raun bara sjá það að re-rendera einhver hluttríð sem við erum búin að setja upp í JSX. Þannig að þá getum við bara spurt hér eða chat eða whatever React routing, þá kemur ok, og þá kemur þetta inn í þetta hérna sem er svarað hérna af AI overviewinu in a single page application without triggering a full browser refresh. Þannig að þá komum við inn í þetta og það mælt með að nota hérna React router og jú, það það sem ég ætlaði að nota. Single page app þessi pæling að við búum til application og við opnum hana og svo ýti ég einhverja slóð og það sem við höfum verið að gera áður það sem oft kallað multi-page app. Það bara nýtt HTTP kall sem opnar bara alveg nýja slóð og alveg ný í raun HTML sem sendt, alveg ný requesta frá grunni. Single page app þannig að við byrjum að sækja einhverja slóð og við lótum henni inn og svo allt sem við gerum í raun bara JavaScript kall sem að taka annarkvort part úr síðunni eða alla síðuna og skipta eingöngu henni út. Þannig að þá getið þið ímyndað ykkur ef þið eru að nota ykkur eitthvað, bara Facebook, gott dæmi. Þið farið og þið ítið á einhvern prófíl hjá einhverjum og það breytist ekkert. Þú veist, það helst opið með Messenger opið, það helst opið með þetta hérna. Vinstri valmyndin alltaf svo sama. Þannig að þarna verður að nota single page app virkni sem að skiptir út í raun bara efninu sem þið eru að skoða og svo fyrir tilbaka og þá er því skipti út aftur tilbaka. Þannig að þið viðhaldið svona þessari upplifun að þið séð á einu appi. Og lengi til var það bara eitthvað, allir vildu bara að það yrði allt svona. Pendullin sveiflaðist í áttuna því, vera bara með allt í client-side JavaScript renderuðu appi. Bara engin HTML, ekkert vesen, bara keyrum þetta í JavaScript. Og núna pendullin búin að sveiflast aftur yfir það. Nú viljum við vera með allt server renderað eins og við getum. En samt reynum að halda einhvern svona single page application patternum inni. Og þar þú veist, Next.js leysir mörg af þessum verkefnum að þetta mjög flókin verkefni að geta gert bæði. Þannig við höfum að skoða það eins. En React Router verkefni sem að hefur verið bara til mjög lengi, komið upp í útgáfu 7. Teymið að bak við þetta bara búið að vera að vinna í React og kenna React í mörg ár. Erum á öllum helstu svona React ráðstefnum einhver frá þessu teymi yfirleitt með eitthvað og byggum til sitt eigið framework sem ég man ekki hvað heitir, React Router Framework. Áhugavert. Remix. Byggum það til og svo svona, hey, við ætlum að prófa eitthvað nýtt í open source. Við ætlum að búa til open source framework en við ætlum samt ekki að, nei, það var closed source, það var ekki open source og ef þú vilt nota það var inngangspenningurinn sem þú ert að borga $100. Þá fyrir aðgang að kóðanum, documentation og eitthvað svona, það virkaði ekki. Þau open sourceuðu það og var eitthvað, svo keypti Shopify það og það átti að því að Shopify, hvernig að nota Shopify? Ef þið notar Shopify og einhver vinur ykkar eða fjölskyldumeðlimur segir, hey, getur ekki gert fallegt, getur sett upp Shopify fyrir mig? Og það bara eitthvað, jú, ekkert mál, það lítur að nota eitthvað nýjustu tæknivísindi í VF. Nei, það nota Liquid Templates sem eru Liquid Templates sem bara svona gamalt og gott, strángheðilegt templating mál, bara eins og að vera að nota Pug eða eitthvað sem í námsefninu, sko. Og þetta bara straight out of 2006. Þetta bara Shopify hefur ekki getað komist út úr þessari architectural ákvörðun sem var tekin í Shopify í kringu 2006. Þetta bara ennþá. Svona gerir Shopify flest sín template, nema þau eru búin að keypta þetta remix til þess að reyna að geta gert eitthvað svona React útfærslur á templatein. Og þetta bara eitthvað svona. Og að taka við svona gömlu template, það bara not even once. Allavega
Já, svo hætti teimið sem að bjóð til þetta, fór aftur út og er núna búið til React Router 7 og er að reyna að gera eitthvað nýtt sem er eitthvað. Hvað? Það er að breytast inn? Já, cool. Já, þetta er alltaf að ég vinni þetta. Þannig að hérna, og í hvert skipti sem ég nota þetta, þá er þetta alltaf nýtt. Og það er alltaf einhver ný koncept, þannig ég er alltaf að læra þetta nýtt, sem er bara skemmtilegt. Þannig við ætlum að fara hérna í Choose Your Own Adventure sem er Picking a Mode. Ok, Declarative. Enable basic routing like matching URLs to components, navigating around the app and providing active states with APIs like. Ok, þetta er hljóðum bara það sem við viljum. Þetta er það sem við viljum. Þá sjáum við hérna, þá er þetta hér. Ef við förum aftur yfir í það sem við vorum með hérna, inn í main TSX, þá sjáum við að þetta passar við þetta. Þannig er verið að setja eitthvað browser router utan appið okkar. Browser router mun gefa appinu okkar aðgang að context, sem er bara concept í React, use context, sem heldur utan það hvaða routes er í boði, á hvaða router ég og sér allt þetta fyrir okkur. Svo getum við gert eitthvað annað hérna en nei, við nefnum þess ekki. Við ætlum bara að fara í declarativt. Ok, create read latest, ok, þetta passar hérna, ok, next, install React Router from npm, ok, frábært. Ok, svo finally render browser router around your application, ok, tough, þetta bara passa við það sem við erum með hér, þannig það er bara komið hérna, svona. Og þá getum við sett strict mode, gefur okkur villur ef við gerum svona algeng mistök í React. Þannig er alltaf lagi að leyfa því að vera hérna utanum. Let you find common bugs in your components early during development. Þetta er bara svona, það fáið kannski villu sem er bara þannig að það þróar, React bara þróar ef við gerum eitthvað sem eru mistök. Og þá bara lögum við það í staðan fyrir að lendi þegar við erum að deploya í hérna, production að eitthvað brotni. Ok? Frábært, við erum búin að setja upp routerinn, grunnrouterinn hérna og þá förum við bara yfir í það að leysa routing-verkefnið. Og ok, routes are configured by rendering routes and routes that couple URL segments to UI elements. Ok, þegar við vorum að gera þetta með Hono, þá vorum við að kúpla saman URL segments við templateaðan kóða eða eitthvað fall í Hono sem yfirleitt endaði á því að skila þá bara eitthvað, þú veist, render eða HTML eða JSON. Þannig að routing-verkefnið er alltaf það sama. Ég er með eitthvað URL, það keyrir eitthvað kóða sem birtir eitthvað. Hvort sem það er UI element eða JSON eða eitthvað. Ok, þannig að þá getum við bara farið beint í þetta, gert það hérna, eða við getum gert það einhvers annar staðar. Við getum gert það bara í appin okkar, sem mér finnst kannski vera eðlilegri staður. Og þá ætlum ég líka bara að njúka þetta og ég ætlum bara að segja halló heimur hér. Þannig að núna er ég raun bara að taka allt út úr appinu og ég ætla að segja svona main TSX, það ber ábyrgð á því að búa til í raun allt sem fer utan appið okkar. App TSX ber ábyrgð á því að setja upp routing. Síðan ætla ég að búa bara til eitthvað hérna sem heitir bara, sem heitir bara pages, þetta getur heitið hvað sem er, ég ætla bara að kalla það pages og hérna undir ætla ég að vera með í raun React komponenta sem að representa síður. Þannig að þá ætla ég að vera með hérna index page.tsx og ég ætla að vera með news page.tsx. Þannig að nú ætla ég að geta verið hérna export function news page return frétta síða, þannig að þetta voru stök frétt og hérna á að vera index page yfirlits síða. Ok, þannig að þá getum við tekið þetta sem er í raun þetta routes hérna og við getum setta hérna inn og importa því sem vantar. Þá séum hérna, ok, slash pathið fer á eitthvað element og við erum búin að segja þá að vera index page, þannig að við ætlum að segja index page
ok, og svo ætlum við að vera með hérna news og það að fara á news page, ok, og losum okkur við þetta og vistum, ok, og þá er hérna, ok, yfirlitssíða, það passar, ég er á slash núna og hún birtir yfirlitssíða og ef ég fer þá á slash news þá fæ ég fréttasíðu, ok, þannig að við erum búin að leysa grunnrouting verkefnið og ef ég ger eitthvað svona fæ ég eitthvað annað, bara ekki neitt. Það er spurning, þú veist, gerist eitthvað hérna, þú veist, hvað, það er bara ekki neitt, ok, þannig að við þurfum að, ok, hvað ef það finnur ekki neitt, hvað ef ég vil vera með breytur í rátunum mínu, þetta eru svona framhaldsspurningar. Þá getur við segja hérna, ok, hérna er greinlega hægt að segja sem sagt, ég get verið með rát sem inniheldur subroutes, þannig að, og þá er það allir með eins og við erum að gera í API-inu í verkefni 3. Þá er ég með hérna authors og það var í share möppu, bara sem getur skipts upp, og þá var það hérna concerts og svo er ég með, þú veist, concert home, city og trending sem er þá undir þessu. Þannig að concerts / trending sýnir okkur trending concerts í einhvers staðar. En hérna er eitthvað áhugavert, hérna erum við með eitthvað tvípunktur city, það getur þá verið breyta. Hérna er ekkert fyrir, svo getur við verið með eitthvað layout, það býr til eitthvað layout, áhugavert. Það getur leyst layout verkefnið og layout verkefnið er þetta, ég vil vera með header og ég vil vera með footer og ég vil vera með eitthvað svona í miðjunni sem er eitthvað main, þar sem ég byrti efnið. Þannig ég sé ekki alltaf að endurtaka headerin og footerin í hverju einasta. Það getur verið eitthvað sem við getum skoðað. Ok, svo er þetta hérna, ok, það er greinilega að, þú veist, tvípunktur er þetta, þannig að, ok, index, route prefixes, dynamic segments, ok, hér er þetta það sem við viljum. Það er bara með tvípunktur eitthvað, þannig að þá getum við sagt hérna, bara news, það getur bara verið slug. Hvað gerist núna ef ég reloada með þessu hérna sem er reynda búið að gerast? Fæ ég alltaf fréttasíðu fyrir hvað sem ég skrifa inn hérna. Og þegar núna er þetta bara, þetta er að taka öll þau sem koma inn sem eru í raun eitthvað slug, sem er bara hvað sem er ekki slash og senda það yfir á fréttasíðu. Og þá er spurning, ok, hvað gerist ef að ég er þá með, þú veist, foo, ok, foo, en svo fer ég hérna og ég segi foo. Það er líka fréttasíða. Þannig að þetta er í raun, þetta hérna, nei, byrju, ég ætla að gera svona, þetta er líka skrítið. Þetta er yfirlitssíða. Þannig að út af því ég er með explicit foo og svo slug, þá segir hún, ok, það er verið að biðja foo er til nákvæmlega svona. Þá fer það hingað. Annars, allt annað fer bara yfir á þetta hérna. Og þetta getur valdið skrítinni hegðun, ef við erum ekki alveg vissum þetta. En ok, þannig að núna er ég með þetta hér, en nú vil ég geta fengið í raun breytuna. Ok, og þá segir hann hérna, já, ok, ef þú vilt fá breytuna, þá notar það hérna use params. Og use eitthvað er svona naming convention í React sem að ég nota til þess að fá aðgang að einhverju úr konteksti eða úr einhverju virkni. Þannig að við getum tekið þetta og við getum farið inn á news page og sagt svona og gert þetta og gert bara hérna console log params. Þá getum við séð hvað kemur. Og þá skrifum við bara eitthvað hérna. Þá fáum við hér slug foo ASTF. Þannig að þá er ég komin leið til þess að fá í raun, ég bið einhverja síðu og ég get í kóða fengið hvað var það sem var sett í slóðuna og brugðist við því. Þá sér í lagi myndi ég vilja taka þetta slug, kalla í vefþjónustuna sem við settum upp í verkefni 3 sem á að geta tekið við slug á /news/slug. Spurt, er þetta til sem frétt? Já, birt fréttina. Nei, birt eitthvað sem segir að fréttin er ekki til. Svo að lokum erum við með optional, þannig að við getum verið með þetta en þetta þarf ekki að vera.
svo getum við verið með splats sem eru þá svona cuts all og það getur þá verið fyrir eitthvað sem þá 404. Þannig að nú getum við aðeins breytt útvarslun okkar hérna og við getum sagt að news á að vera skástrík fréttir skástrík slögg. Þá leikur svona milli hluta hvað skástrík fréttir á að vera. Við ætlum ekki að finna út af því strax en við ætlum þá að segja að allt sem kemur á eftir þessu á að vera á svona splattslóð sem er það bara stjarna. Það er element á að vera not found page og þá getum við búið til hérna not found. Þá segjum við bara eitthvað svona, nei, frekar eitthvað svona og segjum hérna síða fannst ekki. Ok, þá getum við verið hérna ég glemdi að vista app og eftir að gera þetta líka rétt gera þetta líka rétt alls hvað sem það að gera rétt svo þetta virki svona og þá er bara hérna síða fannst ekki og ég fyrir á forsíðuna, það er yfirleitt síða ég fyrir á fréttir síða fannst ekki af því að hún passar ekki við neitt þannig að hún fer í splattslóðina svo fer ég fréttir fú og þá fæ ég fréttasíðu og þá er það fú þannig að núna er í raun komin beinagrindin að því að geta búið til routing og geta búið til í raun komponenta á hverjum stað fyrir sig sem að væri þá að leyfa okkur að breyta hlutum svo ætlum við bara að gera hérna að því að ég ætla að vera með þess að eða bara fréttir já ok, ný frétt svona og það ætlaði að vera new news page mjög gott nafn og búum það til og copy og hérna, nei svona new news page svona þannig að nú er ég komið með allt sem ég þarf þannig að nú þarf ég bara að útfara þú veist hvað viljum við búa til að komponentum þannig undir til þess að síðan birta þetta og svo getum við skoða líka hvernig viljum við fá eitthvað layout og þá getum við skoða annarkvort að nota layout routes hérna og þá þurfum við að fara í og finna documentation layout routes sem þá líklegast einhverstur annar staðar leitum, layout routes þetta er það sama layout, routes alltaf það sama, nei, hérna er eitthvað þetta hjálpar mér ekki neitt voðalega mikið veit ekki eins og hvað þetta er já ok, hérna, já já, þannig að við getum skoðað það ef við viljum eða við getum farið að kalla í og fá fréttir er það ekki bara fínt svona í lokin að enda kannski aðeins á því þannig að ég ætla að opna mína sýnilaust einhverstaðar hérna er ég með þetta og keyrum það ok, og þá sjáum við nú strax þetta er núna port 3000 er í notkun þannig að ég ætla að breyta bara því ég held nú reyndar að það sé bara hardkóða hérna það er hardkóða, já það getur farið í ennvið ég ætla að segja bara port 5000 keyrum þetta ok, 5000 er líka í notkun hvað er að nota það? Jú, ég veit hvað er að nota það 6000 þannig að núna er ég komið með vefþjónustunum mína keyrandi á porti 6000 og ég ætla bara að double checka hérna að keyrum curl
http localhost 6000 news, það skilur mér einhverju dóti, það gott, ok, ég ætla að fara aftur yfir í hérna bara hér og ég ætla að vera með núna hérna eitthvað sem sækir bara þessi gögn. Til þess þá þarf ég að gera eitthvað þegar síðan keyrir upp. Þannig að eins og við erum að gera í hérna í Web41 þá erum við með að nota modules, hérna JavaScript modules og þá keyrði modulið þegar að DOM-ið var tilbúið, þannig að kóðið sem við settum í rótina þar sem var bara eitthvað svona main, keyra main, og það keyrði það og það bootstrappa appið okkar, það fann og setti event listener, þannig að ég ítti að submit, þá virkaði submit, eins og við gerðum aðeins í verkefni 2. Það ekki alveg svoleiðis í React, þannig að það ekki bara þannig að við keyrum bara þegar React appi keyrir, að þá bara keyrir ykkur kóðið alltaf. Það þegar við mountum komponenta, þá getum við látið ákveðna hluti gerast. Eða þegar einhver gerir einhvern event, að þá gerist eitthvað. Eða það gerist einhver teljari eða eitthvað. Þannig að það eitthvað sem gerist sem veldur í raun svona side effect sem eitthvað effekt gerist. Og þá ætlum við að nota use effect. Og use effect sem sagt svona hook í hérna í React sem að keyrir function that contains imperative, possibly effectful code. Imperative verandi, ég ekki deklaratíft að setja eitthvað upp. Imperatíft ekki, settu upp komponent og annan komponent, heldur, búðu til element. Taktu elementið, document, búðu create element, section. Settu section, add children, hérna, append child. Það er imperatífa leiðin til að búa til DOM-ið. Versus imperatíft bara, hei, settu það bara upp. Þannig að við tökum eitthvað fall. Það bara eitthvað hérna, og við getum sagt hérna console log effect. Ok, það það hérna og við ætlum að fara á forsíðuna. Ég átti eftir að laga news page. Ok, og nú fáum við hérna effect. Þannig að núna aftur kannski komið ný frétt, komin ástæða til þess að vera með eitthvað svona leið til þess að fara á milli. Ég reyndar alveg glossaði yfir það að gera hérna leið til þess að fara á milli síðuna sem partur af routing. Gerum bara eitthvað hérna sem slash fréttir fú fréttin svona og ný frétt svona. Ok, þannig að við fáum þetta svona, ég ætla ekki að gera þetta svona, ég ætla að gera þetta svona. Ok, þannig að hvað var til eitthvað pláss? Ok, allavega. Ég vil geta ítt hérna og þá fer ég að fréttasíðu. Þá sáu þið samt að þetta var full page reload. Þannig að þetta ekki þetta single page pælingin. Þannig að þá ætlum við aftur að fara hér og ætlum við að fara hérna í navigating. Þá, ok, við höfum ekki nota arref, við höfum nota navlink. Eða link. Navigating link need to render active and pending states. Þannig að það geti verið að það sé eitthvað sem að taka tíma og link doesn't need active styling. Ok, veit ekki alveg hvað það þýðir, prófum bara bæði. En þá segjum við hérna, í staðinn fyrir þetta, þá ætlum við að segja link to og svona og svona. Ok, og núna fór ég á milli og það ekki full refresh. Það að segja, það kemur ekki hérna að ég sé að hlaða allt, þess að ég fer núna tilbaka og það var ekki neitt. Þannig að það sem að gerist núna við það að ég notaði þetta link,
er að það er búið að taka yfir Document Navigator History útfærsluna, þannig að Navigation, þú veist að þetta að fara eins og við, eða munið, þá gerðum við það í verkefni 9 líka, að það er svona pop á History stakkin og þegar ég íta back í vafranum þá er event sem færar sem við getum pluggað inn í og við erum komin inn í það bara með því að nota link komponentin. Þannig að við fer hérna og ég segi link to slash aftur á forsíðu og importum þetta svona eitthvað. Þá fer ég hérna og þetta er allt saman núna allt án þess að það sé verið að breyta, það er ekkert full page reload. Þetta er ekki lengur núna eins og ég var að gera þegar ég var bara að skipta á milli multi-page app. Nú er þetta orðið að single page app. Þetta er bara eitt rát. Þetta er bara eitt JavaScript forrit sem er hlaðið upp og svo erum við búin að skilgreina routing með því að nota React Router og hann er í raun að sjá það að þegar ég fer hérna á milli að þá er ég bara að birta nýja hluti og uppfæra slóðina en allt saman er bara gert í einu applicationi. JavaScript er ekki sótt aftur, CSS er ekki sótt aftur. En þegar ég keyri nýja React komponenta, þegar núna fer ég á milli og ég fer hérna og hún finnur sluggið, ég fæ það, ég get séð það í kóða. Ég fer aftur á forsíðu, það er eitthvað effekt sem á að keyra út af því að ég er að fara á forsíðuna. Og þá tekur hún í burtu gamla React komponentin sem bara sem að React gerir og setur nýja React komponentin sem er hinn síðan okkar inn og keyrir í raun allt sem að þarf að keyra þar sem er þetta effekt. Þannig að það er í raun þetta eitthvað gerist þegar ég er að fara á milli og ég get ekki bara keyrt eitt kóða þegar ég byrja út af því ég veit ekki hvaða kóða ég á að keyra og ég keyri ekki bara allan kóða fyrir alla komponentina. Þannig að hann þarf að keyra í samhengi við komponenti sem er að keyra. Megar þetta eitthvað sens? Þannig að já, þannig að það er bæðið þannig, ef ég er með eitthvað núna eitthvað counter inn á einhverju síðu, þannig að ef ég tek núna hérna fyrir á new news page mitt og geri sama og er hérna, gerum það bara hér, að ég er með svona, gerum þetta svona, gerum hérna, ok, nú kemur eitt hérna, hvað er að þessu? Er þetta ekki í lagi? Yfir hverju haldum hún sig að kvarta þegar ég fer yfir red squigglies? Akkurat. Það þarf alltaf að vera eitt og nákvæmlega eitt element sem er utan allt. Það er bara JSX expressions must have one parent element. Og ef við höfum ekkert parent element, þar sem við getum alveg sagt að OK section geti virkað, þá getum við notað fragment elementið sem er bara tóma elementið. Þetta er í lagi. Og hérna býr React til bara svona fragment sem er bara svona hey, við þykjumst öll bara eins og þessi element hérna og þetta bara er flott. En allavega, þannig ef ég set núna inn counterinn minn hérna, counter komponentinn, news page counter. Og ég fer inn á hann, þá er hann hérna og núna íti á hann. Ég er að nota set state hér. Þannig að þegar ég íti á þetta hérna sem uppfæri stateið, þá re-rendrast þessi komponent sem var settur af React Router inn á þessa síðu. Og hann er bara hérna. Svo fer ég aftur á forsíðu, þá keyrir eitthvað effekt með use effect og það keyrir fyrir forsíðuna. Svo fer ég aftur hérna og þá man hann ekkert stateið. Af því að stateið var bundið við þetta instantiation á þessum komponent. Við það að fara yfir á aðra síðu, þá unmountaði ég tók í burtu komponentin, setti inn nýja front page komponentin, svo fyrir aftur yfir síðuna, þá tók ég burtu front page komponentin og setti nýjan news page komponent, sem er bara alveg nýr. Og hann er ekki með gamla stateið. Þannig ef við myndum vilja vera með eitthvað app sem er svona og ég er að fara á milli og hún er að halda utan þetta, til dæmis það var eitthvað, ég er skráður inn sem Óli og það er hérna, fylgi mér á öllum síðum. Þá myndum við þurfa að taka þetta state sem að þarf að fylgja öllum síðum og færa það upp tréð og færa það jafnvel alla leiðina upp
í rótina hér eða hér og þess vegna þurfum við að setja þetta hér út af því að með því að setja þetta element utan allt appið þá geymir þetta hérna komponent allt stateið með já ok, þú ert á þessari síðu já ok, þú ýttir á þennan link og hann yfir á þessa síðu já ok, og þá þarf ég að gera þetta og þetta þannig að browser router svona kontekst sem sett utanum allt appið okkar og ef við myndum vilja halda utanum bara eitthvað user route af því að ég ætla að vera innskráður notandi þá myndi ég þurfa að setja það utanum einhvers staðar yfir þá komponenta sem eiga að vita af þessu ok, svona alveg í lokin af því ég sagði við slum sækja eitthvað að þá það þannig hérna að nú ég með þetta og ég geti sagt hérna fetch http localhost 6000/news ok what's wrong with this picture hvað að þessari mynd já, akkurat await ok, og þá kvartar hann ok, async þá setjum við hérna við megum þetta ekki í þessu þannig við megum ekki verið með async í useEffect þannig við þurfum að gera svona smá ves sem að taka þetta og búa til innrafall sem kallast bara const fetch data þar inni erum við með þetta og svo köllum við hérna í fetch data ok svo erum við þetta svona og við ætlum að segja console log response.status text ok og förum á forsíðuna nei network error when attempting to fetch resource og hvað að /news var það ekki það sem það hét ef við opnum þetta ok byrjum við 6000 nú erum við komin í eitthvað förum í port 4000 ok port 4000 ok cool, það virkar port 5000 í þar senustu útgáfuna macOS það tók stýrikerfi yfir port 5000 fyrir einhverja internal service en port 5000 hefur verið í mörg ár notuð sem svona development port 3000, 4000 og 5000 og ekki cool Apple ok, svona þannig að núna fáum við vonandi 200 ok en nú fer ég hérna fer aftur á forsíðu og ég fæ 200 ok sem þýðir í raun applicationu mitt hérna kallaði í hinn serverinn minn sem keyrandi hjá mér og fekk 200 ok og þá ef ég fekk 200 ok þá ætti ég líka að geta sagt JSON response.await response.json og svona og would you look at that við fáum fréttirnar og þá kemur næsta spurning hvað svo? Hvernig á ég núna að birta þær? Og hvernig haldið að ég ætti að birta þær? Men þeir nota use state þannig þá segi ég hérna news, set news og þá er þetta líka kannski áhugaverður syntax ég veit ekki hvort þið gripið það í fyrsta við fáum tvenn tilbaka frá use state sem er alveg spes null ok, svona
set state, nei, wow, set news json.data. Ok, þetta er alltaf lagi, þú veist, en nú vitum við hvað erum við að gera þetta. Það er engin villumeðhöndlun, það er engin type checking, hvað er að gerast? Sem er eitthvað sem maður má skoða í framhaldinu, en núna get ég sagt hérna, ég ætla að segja console log news, formatum þetta aðeins. Sjá hvað er að gerast. Endalaus lúpa. Hún er alltaf að sækja þetta aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Tökum þetta út og brjálaði hættir. Akkur ætli þetta sé? Munið hvað ég sagði með set state. Alltaf þegar við kallum í set state, þá re-rendera komponentinn. Þegar hann re-rendera komponentinn, þá keyrir hann aftur effektið sitt, nema við segjum honum að gera það ekki. Og við segjum honum að gera það ekki með því að gefa honum tómt dependency list. Þarna erum við komin í það bara eitthvað, ok, React er steikt, en dependency listin er þannig að við getum látið effektið okkar keyra þegar eitthvað breytist. Ef við segjum tómt, þá segir það, keyrðu bara einu sinni. Keyrðu bara í fyrsta skipti sem þú renderar. Ef við viljum að keyra í hvert skipti sem news breytist, þá getum við sagt news inn í það. Og þá lendum við bara í sömu lúpunni aftur og aftur og aftur. En þetta getur til verið að við erum með takka sem segir sækja nýjar fréttir. Að þegar við erum með svo ótrúlega aktífa fréttastofu að það er bara ný frétt á hverju sekundu, að það bara sækja nýjar fréttir með því að takka og þá kemur það inn. Eða það getur verið með einhver timer sem eftir 10 sekundur sækir nýjar fréttir. En með því að gera þetta og svona, þá fáum við hérna, fer inn á aftur, 200 ok, það keyrir tvisvar og þau hefur verið með strict mode. Þegar við erum með strict mode þá keyrir React alltaf tvisvar, ástæður. En núna allavega fáum við hérna, við fengum upplýsingarna frá vefþjónustunni og svo fáum við þetta, þannig að þá getum við sagt hérna núna, klára tíman, news, og þá er þetta hérna partial rendering, news map í returns hérna, nei, þetta var ég veit, ég er sprungið tíma, e.title, ekki, e.title, ok, vist það, ég fæ fréttinar. En séu, nú fer ég hérna. Það sést ekki út af því að þetta er svo hratt, að þetta er allt bara á tölvunni minni. En ef ég fer núna í network og ég þrottla tenginguna minna bara niður í regular 3G, ég fer í fúfréttin, þá gerir þetta aðeins, svo gerir þetta ennþá hægara með því að fara yfir í regular 2G, fúfréttin, aftur á fórsíðu, þá sjáum við, það er loading sem á sér stað. En út af því að þetta er bara tölunni minni, þá er þetta í millisekundum. En ef þetta er deployað í render og væfurinn minn í Vercel er hýst í US East og API-ið í Frankfurt, þá verður þetta allt í norri roundtrip halvan heiminn. Þannig að þó svo að þetta sé þarna, þá þurfum við að hugsa loading states og error states. Þannig að það er síðan framhaldið sem við ætlum að skoða í næsta tíma. Ok. Takk í dag.